Ég er giftur Já. á 3 stelpur, eina 9 ára, eða sem að verða 9 ára, eina sem var að byrja í menntaskóla, eina sem að klára menntaskólan. Ég er bara, hvaðan er ég? Já, ég er svona eiginlega héðan og þaðan. Foreldrar mínir skildu þegar ég var 5 ára gamall, þannig ég bjó í Dölunum til 5 ára aldurs og í framhaldi af því flutti ég með móður minn og bjó ansi víða. Ég var í 8 grunnskólum í 2 löndum, fluttist svo aftur í Dalina í 8. bekk og kláraði grunnskóla þar, þannig að af þessum 8 skólum þá var ég þar af í 2,5 ár í einum þeirra, þannig að ég náði aldrei að vera í 1 ár í hverjum stað og má kannski segja svona að æskan hafi svolítið mótað mig og þurfti að glíma við alls konar og það hefur bara fyllt manni og er líka það sem gerir mann að því sem maður er í dag og ástæðan fyrir ég brenn fyrir þessum málum sem ég brenn fyrir. Já, ég ákvað að fara í stjórnmál, það var nú kannski ekki eitthvað svona meðvituð ákvörðun á sínum tíma. Ég var búinn að vera að taka þátt í alls konar félagsmálum og hef alltaf verið rosa virkur í öllu svoleiðis. Stúdenta, allstað verið í nemendafélögum stúdenta og bara öllum félagsskap og alltaf svona drífandi í því. Síðan bara æxlast það þannig að ég hefði verið kosningastjóri og fór svo í framboð og var svo komin bara allt í einu inn á Alþingi 2009 og þá bara 26 ára gamall. Þá fyrir Vinstri græna? Þá fyrir Vinstri græna og á þeim tíma hélt ég nú svona að pólitíkin snerist aðalum, eða mín sýn var svo að pólitíkin snerist aðalum svona harðari mál, samgöngumannvirki og brýr og verksmiðjur og svona þetta sem að svona þessi hefðbundin landsbyggðarmál. Síðan bara gerist það þannig að ég hafði verið gekk svo úr VG og til liðs við Framsókn 2010-11 og síðan gerist það að svo ætlaði ég nú bara að hætta í pólitík og hætti 2016. Ætlaði bara að fara að gera eitthvað annað. Sú stjórn lifði bara í 1 ár og fór svo í framboð aftur 2017 og varð svo félagsmálaráðherra, félags- og jafnréttismálaráðherra og þá svona já, það má kannski segja svona í kringum það og upp úr því hafi ég svolítið uppgötvað sjálfa mig og málefni barna vegna þess að mér fannst nú svona út frá pólitískri skilgreiningu á sjálfum mér að það væri kannski ekki mikið í félagsmálaráðuneytinu sem hentaði svona hefðbundinn landsbyggðarþingmanni og hafði miklar áhyggjur af því að fara inn í það ráðuneyti en svo fann ég það bara þegar ég fór þarna inn að ég gat tengt við alveg ótrúlega margt þar. Mikið af fólki sem að maður var að hitta þar sem var að glíma við alls konar hluti sem að flestir áttu það sameiginlegt að tengjast einhvern veginn inn í æskuna með einum eða öðrum hætti. Mikið af fólki sem var að glíma við félagslegar áskoranir, örorku, ofbeldismál, eitthvað sem ég tengdi bara mjög vel við og ákvað bara þá í upphafi að ég ætlaði bara að láta tengja, sem sagt að leggja áherslu á málefni barna í mínu starfi og svolítið skrítið sko að þegar maður fór að tala við fólk það hvað það væri sem maður þyrfti að gera þá var einhvern veginn svona svör kerfisins eða svona þeirra sem starfa svolítið það já það þarf að hækka barnabætur og það þarf að hækka og allt þetta sem tengist mánaðamótunum og svona því að ná endum saman en svo þegar þú varst að hitta fólkið og áttaði á því og tengja við fólkið og þá var það kannski ekkit endilega bara það sem að skipti máli heldur oft á tíðum eitthvað félagslegt ofbeldi eða annars slíkt sem tengdist kannski ekkit tekjumálum almennt eða tilheyra, taka þátt og ég tengdi mjög við þetta og hvernig við gætum látið svona hvernig við gætum farið í breytingar sem að myndu miða því að allt þetta system sem við erum búin að búa til í samfélaginu og er æviflókið og erum að gera ofboðslega vel, ég meina við erum sem velferðarsamfélag erum við við erum að gera mjög vel í málefnum barna og fólks almennt svona meðan við mörg önnur lönd en við erum samt að missa börn allt of snemma sem við hefðum átt að geta gripið sem að síðan enda á örorku, síðan enda jafnvel í fangelsum eða ná ekki að finna sig og þroska sína hæfileika og getu. Og það er ekkert alltaf bara peningar sem þarf til þess að grípa þarna inn, það er oft líka bara samstarf ólíkra aðila og hvernig getum við sem samfélag tryggt að það verði og
Það svona það sem að kveikti í mér og fórum í þá vegferð og sjálfur bara á sama tíma fór ég svona að vinna eins í sjálfur mér og þar með bara tók lífið þessa beygju sko og ég ekkert að fara aftur í svona þessi sem að ég var þegar ég kom inn í pólitíka, hann auðvitað hann þarna og ég skil þessi mál en mér finnst bara það að berjast fyrir mýkri málum, mér finnst að vera hörðumálin sko og það raunverulega efnahagsmálin vegna þess að við erum með allt og mikið af fólki sem fungerar ekki í samfélaginu, fungerar ekki sjálft og meðan að það að þá skila þau ekki efnahagslega. Þannig að mér finnst að þessi mál ætti að vera málefni jafnvel hægrisins frekar en vinstrisins. Þú kemur inn á þing sem svona svolítið kannski með harðari áherslur, jafnvel bara harðari maður og ert núna svolítið komin yfir í mýkri málin. Hvers vegna? Þú veist, hvað það sem að færi þig til þess að svona staldra aðeins við og endurhugsa þína nálgun? Nei, það bara vegna þess að maður bara sér fullt af ungu börnum og ungu fólki sem bara á ekki sömu möguleika en aðrir í samfélaginu og ég bara tengi við það. Ég meina hvort sem það tengist fátækt eða félagslegri stöðu, börn sem að glíma við einhverja áskonar erfiðleika, börn með erlendan tungumál og menningabakgrunn. Ég veit hvernig það að flytja til annars lands og eiga ekki mikinn ættboga, búa þar einn með móður sinn og ná ekki félagslegum tengingum. Þannig ég get bara ímyndað mér í hvað stöðu og hvernig þessum börnum líður sko. Og auðvitað brýst þetta út bara með þeim hætti sem við sjáum og mér finnst ofta á tíðum við erum svolítið að í staðinn fyrir bara nálgast þessa krakka, nálgast það á þeirra forsendum með ólíkum hætti að þá erum við svolítið eins og við séum að hengja ábyrgðin á þessi börn sko og það fer bara alveg óendanlega í taugarnar á mér. Að ég meina, þú veist og þetta bara, ég bara tengi við þetta og svo sér maður líka það sem við höfum verið að gera þegar maður sér síðan árangurinn af því þegar þú sérð að þessi krakkar að tengjast, þú veist, þegar þú heyrir sögurnar af því, að þá bara gefur þetta alveg svakalega mikið, sko. Og mér finnst bara við ekki vera í nógu miklu mæli að setja okkur í stöðu þessara barna, sko. Og hugsa, heyrðu, hvað það? Ef þú værir í þeirri stöðu til dæmis að vera með erlendan bakgrunn og þekkja engan frá ólíkri menningu, hvað þurfum við að gera til þess að aðstoða barn í þeirri stöðu, í þeim aðstæðum, til þess að tengjast öðrum börnum og tengjast félagslega og taka þátt í samfélaginu sem að síðan grunnurinn líka því að ganga vel í námi og bara í lífinu almennt. Ég meina það sama á við börn sem að upplifa ofbeldi eða börn sem að upplifa drykkju og heimili, skilur og það geta allir tengt við þetta og hvernig getum við sem samfélag aðstoða þessi börn við að fara í gegnum það og það er þessi hörðumál sko, vegna þess að ég skal bara segja það, allir þeir sem eru, langflestir þeirra sem eru að glíma við einhverja félagslegar áskoranir, hvort sem það inn á örorku eða inn í virk eða jafnvel í þyngri úrræðum eins og fangelsum, yfirleitt þegar þú ferð að tala við þetta fólk, þá á það sammerkt að þú ferð inn í æskuna og það eitthvað þar sem hefði mátt betur fara. Við getum kannski ekki forðast það að fólk lendi í alls konar, en við getum stigið inn og aðstoða fólk við að vinna úr því og umbreyta því í seglu og kraft til þess að takast á við lífið sko. Og þetta held ég sé bara grundvallaratriði sko. Þegar ég ákvað að verða barnamálaráðherra fyrir nokkrum árum síðan, þá var enginn að leggja áherslu á málefni barna með þessum hætti. Þá sáum við að ef við sem samfélag færum ekki að grípa fyrr inn í, þá myndi með nýjum lögum um farsæld barna, þá myndum við sjá að einhverjum árum liðnum alveg ofboðslega mikið af þungum málum. Nú erum við að sjá að með því að fólk sé að vinna saman, þá að minnka kvíði, það vanlíðan barna að minnka, ný tölfræði sýnir það 2 ár í röð. Við erum að sjá það að með því að aðilar sé að vinna saman út í feltinu, þá eru þriðjastigs úrræðum að fækka á ákveðnum svæðum, þar sem menn hafa gengið lengst, en þetta tekur tíma. Síðan það þyngri endinn sem við þurfum að stíga miklu fastar inn í og við vorum að vinna núna þessu kjörtímabili. Það má ekki blanda þessu tvennu saman. Það liggur algjörlega ljóst fyrir að vinna sem við erum að vinna innleiðingað og sumir hafa haldið fram að tölfræðin þar sé neikvæð, hún er jákvæð og það gefur það setur mig það kveikir upp þá hugsun hjá mér að fólk sé raunverulega ekki með þann ástríðu að brenna fyrir málunum að þeir geti ekki einu sinni kynnt sér tölfræðina sem liggur til grundvallar og séu þess vegna að nota sér málefnin í popúlískum tilgangi. En það alveg rétt að við þurfum að stíga fastar inn í þyngri úrræðin.
inn í það hvernig við grípum þau börn sem að við höfum ekki náð að grípa með breytingunum sem langtíma hugsunin að skila. Og þar hefur það hefur ekki verið mikill skilningur í fjármálaráðuneytinu meðal annars á því að við höfum að halda áfram þessari langtíma hugsun. Vegna þess að þegar við erum að tala að það hefur þurft að fjárfesta hér í þriðjastigs úrræðum sem að ég hef verið mjög mikið að tala fyrir og flagga inn í ríkisstjórn, þá hefur í tíð Sjálfstæðisflokksins í fjármálaráðuneytinu ítrekað verið lagt til að við skerum niður fyrirbyggjandi aðgerðina sem felast í lögum með farsæld barna og að byrja að sýna okkur lægri kvíða, minni vanlíðan og það sem skiptir máli. Þetta svona svipað eins og að leggja það til að ætla að selja alla reykskynjarinn og slökkutækin til þess að kaupa slökkubíl. Það væri algjörlega galið. Það eiginlega ekki fyrir en að Sigurður Ingi kominn í fjármálaráðuneytið sem við förum að sjá að málin fara að fá hreyfingu sem að lítur að þyngstu úrræðunum. Þess vegna erum við að sjá núna að við erum að fara að fjárfesta bæði á þessu ári þegar komin nokkur 100 milljónir inn í samfélagslögreglu, inn í úrræði, inn í frístundastarf, akkurat miðað að þessum þyngstu hópum þessara barna. Og við erum að fara í enn stærri fjárfesting á næsta ári. Fjárfestingum sem byggir á því að allir ætla að vinna saman að því vinna úr henni. Það sama á við úrræðin í málefnum barna, það bara gjörbreytt sýn. Og þess vegna var það alveg ótrúlega grátlegt að ríkisstjórnin skyldi springa á þessum tímapunkti vegna þess að ef við fengið 34 mánuði viðbót þá vorum við að ná utan þessi úrræði til lengri tíma litið. Við vorum með á þingmálaskránni lagafrumvörp sem að miðuðu að því að taka sérstaklega utan úrræði fyrir þennan þyngri hóp án þess að gefa afslátt á léttari hópnum. Þannig að það er algjörlega þannig að þetta verður að skoðast heildstætt. En umræðum það að kvíði og líðan barna fari hrakandi hér, það bara rangt með við tölfræðina og það meðal annars þess vegna sem að vegna þessara vinnu sem við erum að vinna, sem að við erum að byrja að sjá árangur og háskólafólk og fleiri eru sammála um það. En þú nefnir ef þið hefðu fengið 34 mánuði í viðbót, ef það hefði verið klárað ákveðin þingmál, þeir eru búin að hafa 7 ár. Hárrétt. Það liggur fyrir að við höfum verið að innleiða það að stíga fastar inn í upphafi. Þegar að kemur að þyngri úrræðunum þá hefur bæði verið að þyngjast mjög síðustu mánuðina og árið sem að við gerðum ekki ráð fyrir. Það liggur ljóst fyrir að við gerðum ekki ráð fyrir því að vera hér með 3-4 börn í gæsluvarðhaldi. Það bylgja sem hefur verið að ganga yfir Evrópu í heild sinni. Það svona alvarlegri ofbeldisglæpir meðal barna. Þannig að þar höfum við þurft að bregðast við og svo hefur verið vandamál að fá fjármagnið og það liggur algjörlega ljóst fyrir og hefur legið fyrir og þess vegna hef ég talsverðar áhyggjur af því þegar fólk kemur fram núna og sérstaklega á hægri væng stjórnmáluna og segir að það vilji fjárfesta í börnum með ungu fólki vegna þess að reynsla mín hefur bara verið svo að þau hafa bara engan áhuga á því nema bara á 17. júní og í aðdraganda kosninga. En hvað, ég meina, eins og kannanir benda til núna, þá virðist stefna einhvers konar hægri stjórn. Hver framtíð á barnamála í því umhverfi? Já, Hvernig líst þér á það? Ég held að þetta byggist ofboðslega mikið á því að við séum með fólk til staðar sem raunverulega brennur fyrir málaflokknum. Vegna þess að það virðast allir brenna fyrir börnum þegar þeir halda 17. júníræður og í aðdraganda kosninga. Mér hefur fundist ekki sami skilningurinn á því að það þurfa að fjárfesta í málaflokknum þess á milli. Við erum að sjá risastóra fjárfestingu í því að stíga fyrr inn. Við erum að sjá fjárfestingu núna í því að stíga inn í úrræðin og þyngri hlutan og það að gerast í fjáraukalögunum og fjárlögunum sem við erum að samþykkja núna. Ég hef bara mjög miklar áhyggjur af því að fólk hafi ekki skilningin á því að það þurfa að fjárfesta í þessum börnum. Og það finnst mér koma best í ljós þegar að fólk talar að best sé bara að aðskilja þau og setja þau í aðra skóla og loka þau af og svo framvegis. Þá erum við komin mjög langt frá því að skilja það sem ég var að lýsa hérna áðan og lítur að því að ná utan þessi börn, valdefla þau og þau geti tekið þátt í samfélaginu, verið sátt við sjálfan sig, tilheyrt og haft tilgang. Það það sem brennur í öllum þessum börnum og það brennur ekki hvað síst það ekki hvað síst sá neisti sem inn í börnunum sem líður verst og að sína ofbeldið. Af því að þau þráða mest af öllu að fá að vera þáttakendur í samfélaginu, fá að eiga vini, fá að tilheyra. En við höfum ekki gert það verkum að það sé mögulegt og þegar að menn tala á einföldum nótum það, ríkisfjármál, þá finnst mér skorta skilningin á þessu. Og þarna erum við líka að spara mestu fjármunina til framtíðar, þess að þarna getum við
breytt einstaklingum úr því að verða byrði á kerfinu, fjárhagsleg, yfir í það að vera bara góður og gegnir skattgreiðendur sem greiða hér skatta og skyldur og eru sáttir við sjálfan sig. En þú verður að nálgast þessa krakka, þú verður að nálgast þau á þeirra forsendum, sitja þau inn í þau, skilja hvernig það og ólíkir aðilar verða að koma saman að því. Og það er það sem við erum að vinna. Það er það sem við erum að vinna hérna í frístundamálum í Breiðholti með sérstakri félagsmiðstöð, með úrræðum sem við erum að byggja upp núna beina því að nálgast þessi börn, með fjárfestingu í börnum með erlendan tungumál og menningabakgrunn og þar þarf reyndar að gera miklu meira og ég hef bara áhyggjur af því að flokkarnir sem hafa staðið í vegi fyrir því að þetta geti orðið, að ef þeir halda áfram pingjuna, að þá hefur ég bara áhyggjur af því að þessi börn verði skilin eftir, því að reynsla sýnir okkur það. Þú nefndir aðeins ofbeldisbylgju hjá börnum. Hvað skýrir það? Ég held að það sé svona fjölþættar ástæður sem að skýra það og það er ekki eitthvað eitt og ef við myndum segja að það væri eitthvað eitt að þá værum við ekki að nálgast það rétt sko. Einhverju leyti er þetta eitthvað sem er að berast okkur utan og tengt tölvum og berast okkur utan og tengt tölvum. En í grunninn er þetta bara krakkar sem að hafa ekki tilheyrt, krakkar sem við höfum ekki náð að grípa. Ef þú skoðar krakkana sem að eru oftast að koma upp í þessum málum, þá eru það einmitt krakkarnir sem að kerfið hefur ekki gripið kannski fyrir 10 árum, 5-10 árum síðan. Við höfum ekki verið að ná utan þau, ekki verið að sníða aðstæðunar að þeim, ekki verið að hjálpa þeim að takast á við hlutina. Þau eru kannski að glíma við það að það er fíkniefnaneysla á heimilinu, það er ofbeldi á heimilinu, það er fátækt og svo getur bara þulið upp alveg hellingarhlutum og ef þú skoðar svo börnin í dag þá í rauninni eftir að segja, heyrðu, hvernig ósköpunum gat þetta farið öðruvísi heldur en núna, heldur en það fór hjá þessum viðkomandi einstaklingi sem er gerandi eða annað slíkt. Og það er þess vegna sem við erum að vinna í því að stíga fyrr inn og grípa fyrr inn í og það er þess vegna sem við höfum ekki gefið afslátt á því og það er að byrja að skila sér aðeins í tölfræðinni og við erum að byrja að sjá það en við þurfum að taka fastar utan þessi börn sem að kerfið hefur ekki náð að grípa og það er það sem við vorum að vinna á þessu kjörtímabili og ætluðum að ljúka við heildarendurskoðun á því og ná þessu ramma og það er þess vegna sem að ég er alveg óendanlega full með það, við skildum ekki ná að klára það vegna þess að við erum búin að vera að vinna það með þéttum hópi og ætluðum svo sannarlega fylgja því og klára það á kjörtímabilinu. Íslenskt samfélag er þannig að við viljum alltaf allt gerist 1, 2 og 3 og það er bara eðli samfélagsins og það er þess vegna sem allt hreyfist svona hratt hérna hjá okkur. Það er hins vegar þannig að þeir eru út að fara í risastórar breytingar eins og það að á hverju landsvæði ætli allir aðilar að vinna saman að því að grípa börnin og loka glöfunum í kerfinu þá er það langtíma breyting og við verðum að hafa þolinmæði í það og við verðum að fylgja því fast eftir og mæla árangurinn af því og það er það sem að ég hef ástríðu fyrir að gera, vil gera áfram og hef gert að því að stjórnmálamennirnir eru alltaf að leita að patentlausnum sem skila árangri á morgun eða hinn og í málefnum barna þá getum við það ekki vegna þess að lausnirnar þegar við erum að grípa börnin þá skilar það ekki árangri fyrir kannski eftir 10 ár. Farsæld, og þá er ég ekki að meina í lífi þessara barna heldur svona fjárhagslegum ávinningi. Og það held ég sé ástæðan fyrir því að fæstir hafa raunverulega sett á dagskrá að fjárfesta í þessum málaflokki af því að það skilar ekki árangri á 2 eða 3 árum. Við erum núna að byrja að sjá tölfræðilegan árangur, bara þessi misserin í kvíða og vanlíðan barna af lagabreytingavinnu sem við byrjuðum að hófum fyrir 5-6 árum síðan. Þannig að þetta er langtímavinna, þú verður að hafa seglun og úthaldið til þess að fylgja því eftir og ég finn það þegar ég fer og heimsæki fólk sem er að vinna með börnum, þegar ég fæ sögurnar af því að kerfin sé að vinna saman í því að grípa börn fyrr, þá er þetta að byrja að virka. Foreldrar þeirra barna sem eru í þar sem við erum að stiga fyrr inn, við erum að fá sjá sögur af því hvernig það er að byrja að virka. Ég fekk nú bara sent núna í síðustu viku frá Akureyri, sög af barni sem var þar sem foreldrarnir fengu einmitt vegna laga farsæld barna að þá vorum við að ná að grípa fyrr inn í þar. En þegar það kemur að þyngri endanum og þyngri úrræðunum að þá sannarlega þurfum við að fjárfesta meira þar en það þarf líka breytingar þar og þar eru við að ná því núna á þessu misserum og það var það sem við ætluðum að gera á þessu seinna kjörtímabili en því miður náðum við ekki að klára það vegna þess
ríkisstjórnin sprakk og því fór sem fór. En síðan annar þáttur í þessu öllu saman sem skiptir líka máli. Það þær starfsstéttir sem að vinna með börnum í íslensku samfélagi. Vegna þess að eitt kerfið hvernig það búið til, annað að við séum með öflugt fólk sem að vill vinna með börnum í íslensku samfélagi. Og staðreyndin sú að ef ég auglýsi lögfræðistarf eða það auglýst starf niðri í Borgartúni, þá sækja 60-70 manns um. Ef þú auglýsir eftir stöðu barnaverndarstarfsmann, þá sækja ekki 60 manns um. Ef þú auglýsir stöðu í að vinna með þessum þyngstu börnum, þá sækja ekki 60 manns um. Ef þú auglýsir kennarastöðu, þá sækja ekki 60 manns um. Ef þú auglýsir skólastjórastöðu, þá sækja ekki 60 manns um. Hvers vegna það? Það vegna þess að við verðum bæði verðum við að skapa umgjörð í kringum þessa störf, virðingu, aðbúnað, að það sé öflugra, en svo þurfum við líka bara umbuna þeim sem að vinna með börnum fjárhagslega. Það liggur ljóst fyrir að ef að fólk vill raunverulega að samfélagi verði sterkt hér einhverjum árum eða áratugum liðnum, þá eiga þetta vera mest eftirsóknarverðustu störfin í samfélaginu. Þau eru það ekki í dag. Við tölum ekki þannig þau, margir hverjir og oft á tíðum, og við erum ekki raunverulega virðulega verðleikum. Og það eitthvað sem við verðum að breyta, vegna þess að þar hefst upphafið af þessu öllu. Það alveg sama hvaða stjórnmálamenn eru, hvaða ríkisstjórnir eru, ef við náum ekki ef við stígum ekki inn með aukna virðingu gagnvart þessum störfum, fjárhagslega, virðingarlega, aðbúnaðarlega, að þá erum við ekki að fjárfesta í börnunum til framtíðar. Og það á við öll skólastigin okkar og alla þá sem að vinna með börnum í íslensku samfélagi. Og þar held ég við séum að komast á krossgötur sem samfélag og við þurfum að breyta því einhverjum árum. Vegna þess að, og það verður ekki gert á einu ári, við höfum verið hér í áratugi að jafna launamun kynjanna og erum það land í heiminum sem stendur hvað sterkast þar. Ég myndi vilja sjá að við stígum sömu skrefin gagnvart stöðum gagnvart fólki sem vinnur með börnum í íslensku samfélagi. Það eru störfin og stöðurnar þar sem að við ættum að vera að sýna mesta virðingu sem samfélag og við ættum að viðurkenna að þar ætti fólk að slást það að vinna í þeim störfum og það ekki að gerast. Heldur erum við svolítið á þeim stöðum að við erum að gagnrýna þetta fólk og segja að það þarf að vinna meira, það þarf meira og svo framvegis. Og þá bara fer fólk að gera eitthvað annað vegna þess að staðreyndin svo íslenskt samfélag býður upp ótrúlega möguleika og þú getur gert nánast það sem þú vilt sko. Sko ég þekki þessi mál af eigin raun. Ég veit hvaðan krafturinn þarf að koma til þess að breyta þessu og ég veit að ég hef hann og hef haft hann en ég veit líka að við þurfum að ná að klára þetta og við náðum ekki að klára það sem við vorum með á dagskránni og við ætluðum að klára núna vegna þess að stjórnin sprakk. Mig langar til þess að fylgja því eftir og ég veit að það eiginlega engin betur til þess fallin heldur en sá sem hér situr. Hvers vegna brennur þú svona mikið fyrir þessu málaflokki? Það bara liggur alveg ljóst fyrir að ég brenn fyrir þessu málaflokki af því að þessi litlu börn gætu verið ég. Reglulega hitti ég menn sem eru fyrrverandi fangar. Það sem að við hittumst, ég í svetti með þeim og fleiri þeimdur. Og þegar ég mætti þar í fyrsta skiptið, þá talaði ég við einn mann á mínum aldri sem var að segja mér sína sögu, hvernig hún hafði verið. Hann hafði farið í gegnum svipaða æsku og ég hafði farið í gegnum, en síðan hafði hann leiðst út af braut og lent í eiturlyfjum, lent í afbrotum og satt ítrekað inn í fangelsum en var komin á þann stað og var að vinna úr sjálfum sér. Og ég hugsaði þegar ég var búinn að spjalla við hann, þetta hefði getað verið ég. Hvað það sem gerir það að verkum að ég ekki það sem hann og hann var ekki það sem ég Og það eru þessi einföldu litlu hlutir sem þarf ofta að grípa inn í æskunni og það það sem við erum búin að vera að gera og þurfum að stíga miklu fastar inn og það með þá reynslu og þá ástríðu sem að ég veit hvað við þurfum til þess að ljúka þessu vegferð og þessu ferðalagi. En hvernig þegar koma svo upp svona mál, erfið mál eins og núna í vetur og svona sumar, hvaða tilfinningar koma upp þá hjá þér? Þú með þína sögu? Það bara hræðilegar. Mér langaði bara að hætta, mér langaði ekki að fara fram úr á morgnana. Mér langaði ekki að vera ráðherra af því mér fannst ég hafa brugðist. Það bara þannig. En á sama tíma veit ég að við erum á réttri leið
á sama tíma veit ég að með aðgerðunum sem við erum að stíga inn í og hjálpa þessum krökkum fyrr, þá erum við á réttri leið og sama tíma veit ég að við þurfum að stíga miklu fastari skref þarna og við erum að vinna að þeim. En þetta var bara hræðilegasti tíma mínir sem ráðherra hafa verið bara síðustu mánuðir. Það að finna tölfræðin og byrja að sjá það núna, þetta sé að byrja að fara upp, ákveðnir þættir, það gefur ótrúlega góða tilfinningu. Það að við séum að ná að láta öll kerfin vinna saman og ná að breyta á ákveðnum stað, ákveðnum hlutum til batnaðar, það gefur ótrúlega tilfinningu. Síðan erum við núna að heimfæra það vinnulag yfir á til að mynda ofbeldi barna. Þar sem að ólíkir aðilar eru núna að vinna saman að því að ná utan þá krakka sem við gripum ekki nógu snemma. Og þar vænti ég þess að við förum að sjá tölfræði kannski eftir hálft til 1 ár. Við erum að fara núna í 2 ára prósess í því. Og ég er sannfærður að það mun virka ef við fylgjum því áfram eftir. En leið þá verður þetta að vera þannig að þú náir að einhvern veginn horfa á heildarmyndin í þessu og þú náir að horfa á þetta þannig að það þurfi allir aðilar að sitja við borðið. Og það sem ég er hræddastur við, ef við fáum einhvern annan inn sem skilur ekki þessa hugmyndafræði, að þá dettum við öll í sílói nattur og þau verði til og allt það sem við erum að gera til þess að þétta netið að það brotni niður. Af því að eina leiðin til þess að ná því að grípa þessi börn er að ólíkir aðilar vinni saman í umgjörð í lífi barnanna. Það er eina leiðin sem getur virkað til þess að grípa þessi börn og ég hef áhyggjur af því að við séum ekki búin að meitla hana nógu inn til þess að hún raunverulega fara að virka. Framsókn er bara þannig flokkur að við viljum sjá hreyfingu á hlutum. Við viljum að hlutir séu að breytast. Ég hef engan áhuga á því að vera í stjórnmálum bara til þess að vera í stjórnmálum að það sé svo gaman að vera ráðherra. En á meðan þú sérð eins og breytingar í barnamálum, þar sem við erum að hreyfa hluti, þar sem við erum að breyta, við erum að gera breytingar í frístundastarfi barna sem eru stærstu breytingar sem hafa verið gerðar mjög lengi, íþróttamálunum þar sem við erum að umbylta afreksstarfi og byggja þjóðarhöll og breytingar á þjóðarleikvöngum, í menntamálum þar sem við erum að breyta meðal annars námsgagnaútgáfu sem að bókaútgefendur segja sé mesta breyting í 100 ár. Þetta er það sem gefur, sko. Ekki það að vera í stjórnmálum starfsins vegna og þetta er það sem Framsókn snýst um. Það er að breyta samfélaginu og þora að gera það og þora að ráðast í stóra breytingar og fylgja þeim eftir. Það er bara þessi heildar, það sem ég er stoltastur af þegar kemur á íþróttunum er hvernig við erum búin að stíga inn bara með heildar aðgerðir. Afreksíþróttafólkið okkar sem að við fátt þjappar þjóðinni meira saman heldur en að fá gæsahúð yfir íslenska landsliðinu eða Íslendingum að keppa á Ólympíuleikunum og svo framvegis. Við erum búin að móta afreksstefnu og núna tryggja fjármagn inn í það að við getum fylgt henni eftir sem er bara hátt í 100% aukning á fjárframlögum til íþróttahreyfingarinnar. Þannig að við erum að gjörbreyta því umhverfi. Við erum fyrsta ríkisstjórnin sem að raunverulega setur fjármagn í uppbyggingu mannvirkja fyrir afreksíþróttastarf vegna þess að ríkið hefur aldrei formlega komið að því og nú er í undirbygging þjóðarhallar, það verður að skipta gervigras á Laugardalsvelli sem að við höfum komið að ríkið með myndarlegum hætti. Þannig að heildarumgjörð afreksíþróttastarfsins er að gjörbreytast að vakt þessarar ríkisstjórnar. Við erum líka búin að vinna með íþróttahreyfingunni að því að stíga miklu fastar inn gagnvart jaðarsettum hópum þegar það kemur að íþróttum. Það er verið að setja upp nýtt svæðaskipulag íþróttanna núna og nýja hvatasjóði og við vorum að skrifa undir nýlega samning eflingu þess að við ætlum að ná miklu fleiri börnum með fatlanir inn í íþróttastarf heldur en við höfum verið með. Ég er ótrúlega stoltur af því starfi og átaki sem heitir Allir með. Þannig að bara heildar uppbygging íþróttanna og heildar efling þeirra er eitthvað sem að mér finnst það að tekist alveg ótrúlega vel og við erum að fjárfesta miklu meiri í íþróttunum. En þar, eins og í öðru, þar eigum við eftir að ljúka ákveðnum þáttum. Við ætluðum að koma með lagabreytingar og ný íþróttalög sem römmuðu inn þessa nýju sýn fyrir íþróttirnar. Það átt að gerast á vorþingi og það er þess vegna sem við viljum halda því áfram líka og ljúka því á næsta kjörtímabili. Íþróttir skipta alveg ótrúlega miklu máli, bæði er þetta sko
og kannski minna máli þegar kemur svona þjóðarstolt Íslendinga þá viljum við íþróttirnar þjappa þjóðinni saman. En það skiptir miklu meira máli þegar kemur að börnum og ungmennum. Afreksíþróttastarfið og fyrirmyndirnar sem verða til þar skipta ótrúlega miklu máli fyrir börn og ungmenn og þáttöku í íþróttum vegna þess að rannsóknir sýna okkur að það eiginlega ekkert sem að jafnast á við þáttöku í íþrótta- og tómstundastarfi þegar kemur að félagslegri virkni, sporna gegn félagslegri einangrun, draga úr vímuefnanotkun, óæskilegri hegðun og fleira, þannig að íþróttirnar gegna alveg ótrúlega miklu hlutverki þarna og þess vegna hefur mér fundist ríkisvaldið oft á tíðum ekki leggja nægilega mikið áherslu á samstarfi íþróttahreyfingun og hlutverk hennar og hvernig við getum eflt hlutverk íþróttahreyfingarinnar í því sem við erum að vinna og það hefur verið alveg sérstakt markmið hjá mér að gera það og við erum að tengja íþróttirnar miklu meira inn í aðra málaflokka núna heldur en við höfum verið að gera. Þannig að ég fullyrði það að það hefur aldrei verið jafn mikil áherslu á íþróttir eins og einmitt á þessu kjörtímabili. Það sem ég stoltastur af hvernig ríkið að stíga fastar inn í skólastarfið, inn í leik- og grunnskólana með bara beinum aðgerðum. Við erum búin að setja upp sérstaka þjónustustofnun sem ekki orðin ársgömul og hún þegar komin á stað inn í einstaka sveitarfélög með verkefni að aðstoða skólana við umbótastarf, hvort sem það tengist nemendum með erlendan tungumál og menningabakgrunn, einelti, skólum sem að glíma við ákveðnar áskoranir varðandi ólíka þætti. Þannig að við erum að stíga miklu þéttar og fastar inn með því að vinna með sveitarfélögunum og vinna með háskólasamfélaginu og kennarahreyfingunni að því að aðstoða skólana við að umbreytast. Og hluti af því eru síðan stórar breytingar sem við erum að vinna, miklu öflugra matskerfi á skólana, samræmt námsmat sem er verið að innleiða núna og markmiðið er að taka til starfa næsta haust í öllum skólum. Gjörbreyting á námsgagnaútgáfu, tvöföldun námsgagnaútgáfu á næsta ári frá árinu í ár og síðan er það ný löggjöf það hvernig við sjáum fyrir okkur að skólinn breytist að því leytinu að geta gripið fjölbreyttari hópa varðandi aukna skólaþjónustu, inngildingu, skimanir fyrir áföllum, skimanir fyrir ofbeldi í skólastarfi og að skólinn verði þetta samfélag sem það þarf að vera. Þannig að mér finnst breytingarna sem við erum að vinna alveg ótrúlega flottar og ég er eiginlega mjög stoltur af því hvað hefur tekist vel til að starfa með öllu því fólki sem inn í skólunum, foreldrahreyfingunni, kennurunum, skólastjórnendum, sveitarfélögum vegna þess að það að breyta skólastarfi það gerist ekki úr ræðustól Alþingis með einni ræðu eða einni setningu, það gerist með því að ná að teygja sig allstaðar inn í alla anga. Samfélagið okkar ólíkt, sveitarfélögin eru jafn ólík og þau eru mörg, skólarnir eru ólíkir, sumir eru stórir, aðrir eru litlir, sumir eru með mikið nemendum með erlendan bakgrunn, aðrir ekki og svona mætti áfram telja, þannig að það virkar ekki að segja patentlausnir ofan það þarf að vinna það með öllum og ég er ofboðslega stoltur af því að það höfum við gert og við erum að sjá þessar breytingar komast til framkvæmda. Almennt er það þannig að það eru allir meðvitaðir að það þarf að gera breytingar á skólastarfi. Þess vegna erum við að vinna þær breytingar sem við höfum verið að vinna að. Þannig að mér fannst umfjöllunin svolítið dregin þannig upp eins og enginn vildi gera neina breytingar. Þegar við erum að gera einhverjar mestu breytingar á skólastarfi núna sem hafa verið gerðar eiginlega frá því að grunnskólinn var fluttur frá ríkinu yfir til sveitarfélaga. Þannig að mér fannst það svolítið úr lausulofti gripið og það má til að mynda varðandi samræmt námsmat því að því var ítrekað haldið fram að ríkið ætlaði að leggja niður allt samræmt námsmat sem er rangt. Því var líka haldið fram að við værum ekki tilbúin til þess að umbreyta námsgagnaútgáfu sem er rangt. Allt atriði sem eru búin að vera í vinnslu í talsverðan tíma en það sem að fór þó mest það sem að mér fannst hins vegar gagnrýniverðast í þessu þegar að menn voru farnir að tala það að lykilatriði til þess að ná árangri í skólastarfi væri að fara að aðgreina börnin og flokka þau niður eftir hinum ýmsu styrkleikum og veikleikum. Og við ætluðum að vera með sérskóla fyrir börn með erlendan bakgrunn og sérskóla með börn með ákveðna þroskaraskar og sérskóla hér og þar. Vegna þess að það þá ekki skóli
sem hugsaður til þess að byggja upp samfélag fyrir alla. Og að slíkar gamaldags hugmyndir skuli svo birtast í stefnuskrám flokka, það fær mig til þess að brenna meira en nokkru sinni fyrir það að vilja halda áfram umbreyting á menntakerfinu á þá lund að skólinn eigi að vera fyrir alla. Vegna þess að það er ekki rétt að svari við áskorunum sem fylgir fjölbreytni samfélagsins að flokka það allt niður eftir styrkleikum eða veikleikum eða breytileika. Rétta leiðin að hlusta á fólkið sem inn í skólunum, búa til verkfærin, tækin og tólin til þess að aðstoða þau við að takast á við það og þá meðal annars við námsgögn. Það væri kannski ráð að efla námsgagnaútgáfu frekar heldur en að flokka börnin og setja þau í sérskóla. Vegna þess að kennarasamfélag og skólasamfélag hefur kallað eftir því í mjög langan tíma að fá aukið af námsefni þegar kemur að íslensku sem öðru tungumáli og það eiginlega ekki fyrir að Framsóknarflokkurinn kemst í fjármálaráðuneytið sem við sjáum að það eru auknar fjárveitingar til þess að geta mætt þessu. Í fjárlögum næsta árs gert ráð fyrir 50% aukningu á þróunarfé til leik- og grunnskóla. 50%. Á sama tíma koma þeir flokkar sem hafa setið í fjármálaráðuneytinu í mjög mörg ár og vilja efla námsgagnaútgáfu. Bara halló, hvar hafið þið verið öll þessi ár sem að ég var í menntamálaráðuneytinu og Lilja Alfreðsdóttir á undan? Þegar þið hafið beinlínis lagt til niðurskurð á hverju einasta ári, barist gegn því að við setjum fjármagn inn í þessa málaflokka og svo komið þið núna og ætlið að boða innspýting í námsgagnaútgáfu. Ég bara velkomin í hópinn, en ég bara treysti ykkur ekki til þess að vera tilbúin að fjárfesta í menntakerfinu. Mér finnst við hafa í rauninni áorkað alveg ótrúlega miklu. Ég get bara að tala fyrir þá málaflokka sem ég hef haldið á. Við erum að sjá stóra breytingar verða með innleiðingu hlutdeildarlána í húsnæðismálum, ný lög um farsæld barna, lenging fæðingarorlofs í 12 mánuði sem við þurfum reyndar að stíga miklu fastari skrefi í áfram, sorgarorlof fyrir foreldra sem að missa börn og svo getum við áfram talið. Eflingu íþrótta og tómstundastarfs, eflingu íþróttana, breytingarnar í menntamálunum. Við getum talað um ótrúlega marga þætti þar sem við höfum náð að gera stórar breytingar. En það liggur auðvitað alveg ljóst fyrir að ríkisstjórnin hefur verið mjög ósamstíga sem svona samheldin ríkisstjórn, sérstaklega á þessu kjörtímabili og það alveg byrjað að skaða. Það liggur ljóst fyrir að átökin sem voru til að mynda inn í þinginu varðandi mál, að það var farið að bitna málum sem allir töldu sig vera sammála. Myndirðu fara aftur í svona ríkisstjórn? Ég held að það sé alveg ljóst í mínum huga þarf næsta ríkisstjórn að vera tilbúin til þess að viðurkenna það að það þarf að fjárfesta í fólkinu sjálfu. Við þurfum að stíga fastari skref þegar kemur að því að fjárfesta í börnum og ungmennum. Við þurfum að stíga fastari skref í því að fjárfesta í fólkinu sjálfu, líðan þess og annarra þátta. Og ég hef áhyggjur af því að flokkurinn hægra megin við okkur sem við höfum unnið með í ríkisstjórn á þessu kjörtímabili, hann sé engan veginn í stakk búinn til þess að líta þannig á samfélagið að fólki skiptir máli með þeim hætti. Síðan ertu með flokkinn vinstra megin við okkur sem að ég hef engan veginn á tilfinningunni að sé tilbúinn til þess að fjárfesta í atvinnulífinu sjálfu með þeim hætti sem að þarf að gera. Við höfum verið að stíga inn í þegar kemur að því að grípa börn fyrr og við erum að stíga margvísleg skref til þess að efla foreldrastarf, efla fjölskyldur og efla börn á fyrri stigum. En það alveg rétt að við þurfum að stíga fastar inn þegar kemur að þyngri úrræðum og þyngri þjónustu. Og ég held að við séum svona komin á þann stað þar og það er það sem við tölum fyrir í Framsókn, ég held að við þurfum að innleiða sérstaka þjónustutryggingu þegar kemur að málefnum barna. Það er að segja að ef að ríkisvaldið, ef að við skilgreinum hvað þjónustu börn þurfa þegar þau eru komin, hvort sem það er sálfræði þjónusta, talmeinafræðingar eða aðrir, og ef að ríkisvaldið getur ekki skaffað það eða hið opinbera, að þá takir við bara ákveðin þjónustutrygging þar sem að fjármagni fylgir barninu og viðkomandi foreldrar geta þá farið og sótt sér þá þjónustu annars staðar. Ef að við erum þar að við teljum mikilvægt að fjárfesta í börnunum á þessum tímapunkti,
þá þurfum við einhvern veginn að viðurkenna að það þarf að gerast óháð því hvort að við eigum 100 milljónir inn á bók til þess að gera það ekki. Af því þetta er þannig fjárfesting að við getum ekki látið hana hjá líða að fjárfesta í því. Og þjónustutrygging, útfærsla á því er eitthvað sem við myndum vilja sjá innleitt í Framsókn. Ég er alveg ofboðslega mikill samvinnumaður og ég trúi og ég veit að fólk vill vel. En það fer alveg óendanlega í taugarnar á mér þegar að fólk talar að það vilji fjárfesta í börnum og ungu kynslóðinni en er svo ekki til í það. Þannig að ef eitthvað sem ég sé eftir er ekki að hafa miklu meira mæli og miklu fyrr bent á þá aðila sem við höfum verið að vinna með sem að hafa í orði verið tilbúnir að fjárfesta í börnum en eru svo ekki tilbúnir í raun að gera það. Og eru síðan komnir fram á völlinn núna og boða það að þeir vilji fjárfesta í börnum. Og svoleiðis fólki trúi ég bara ekki.